Jæja, gott kvöld, góðir gestir og veriði hjartanlega velkomin. Hér komið saman á milli 300 og 400 manns og enn og aftur erum við í hálfgerðum vandræðum að hafa ekki áætlað nógu mikið pláss fyrir alla. En það verið að redda þarna stólum og fyrir þá sem að koma inn að þá verður bara að leita ykkur að stólum. En ég býð ykkur enn og aftur hjartanlega velkomin á 5. og síðasta menningarkvöldið í menningarmánuðinum október. Við erum búin að halda 4 kvöld. Við byrjuðum á Stokkseyri í byrjun október þar sem að Myndlistarfélag Árnesinga hóf þar sýningu sína í tilefni af afmæli félagsins og voru þar í félagsheimilinu Gimli sem gamla félagsheimili þeirra Stokkseyringa. Síðan vorum við með danska kvöldið með eftirminnilegum hætti í Hótel Selfoss. Ákaflega skemmtilegt kvöld og vel heppnað af flestra mati. Síðan vorum við með 120 ára afmæli Ölfusárbrúar í Tryggvaskála og síðast vorum við með Októberfest á Eyrarbakka á föstudagskvöldið fyrir rúmri viku og það var gríðarlega mikil stemning þar í salnum og Eyrbyggingar virkir þáttakendur. Við endum þetta síðan á þessu menningarkvöldi hér í Hvíta húsinu þar sem að við minnumst Þorsteins Guðmundssonar, Steinar Spil og auðvitað förum við yfir ferilinn hér í tali og tónum. Og við í menningarnefnd vorum svo heppin þar sem að sveitarfélagið á lítið af peningum að þá vorum svo heppin að menningarnefndinni var úthlutað að redda þessu sjálf. Og við í menningarnefnd, Björn Ingi Bjarnason, Guðrún Halla Jónsdóttir, ásamt mér og starfsmanni menningarnefndar, Braga Bjarnasinni, höfum undirbúið þetta og vorum þó svo heppin að fá mann sem við þekktum aðeins til sem heitir Björn Ingi Gíslason til þess að stýra þessu kvöldi og vil ég biðja hann að koma hér og taka við samkomunni og ég vil minna það í leiðinni að hann Tarnús Magnússon, hann með myndlistarsýningu í Hótel Selfossi á morgun, hann var í dag og á morgun í Hótel Selfoss. Greta Guðmundsson, hvernig læt ég? Hann annar sem Magnússon og frá Húsadóttum, já. Og hann verður með sýninguna sína á morgun í hótelinu og hvet ykkur eindregið til að fara þangað og eins hann Hallur Karl Henriksson með sýningu í hótelinu í tilefni af menningarmánuðinum. Og síðan á morgun klukkan 4 á 96,3 hér í útvarpi Suðurland sem hérna på lofti þá verður endurtekið viðtalið sem að fór fram við Steinar Spil fyrir nokkrum árum síðan. Það verður á morgun klukkan 4 í útvarpinu hér. En að svo mæltu þá segi ég samkomuna setta og býð starfsmann nefndarinnar ólaunaðan Björn Inga Gíslason að koma hér og taka við samkomunni. Góðu gestir, það er mér mikill heiður að fá að taka þátt í þessu kvöldi og annast undirbúning þess. Því miður þá gat ég ekki verið viðstaddur jarðarför vinar míns Þorsteins Pálma Guðmundssonar eða Steinar Spil. Ég var staddur erlendis og þess vegna fékk ég ákveðna útrás í því að annast undirbúning og tala við fólk og biðja þau að taka þátt í þessu kvöldi með okkur. Það er ákaflega vel til fallið að minnast og heiðra minningu Þorsteins Guðmundssonar vegna þess að bara það er nægjanlegt tilefni. Hann var hljómlistamaður á Selfossi í tæp 40 ár og við skulum vekja athygli á öðru líka. Þetta var ein vinsælasta hljómsveit landsins. Hann spilaði í öllum hlutum landsins og ferðaðist víða og bar hróðurinn hátt og tengdi sig alltaf Þorsteinn Guðmundsson frá Selfossi. Talaði alltaf hljómsveitina sína frá Selfossi
og meira segja þegar hann spilaði erlendis á Íslendingakvöldum þar, þá var talað Steina spil frá Selfossi. Ég með úrklippur og við fáum að sjá það hér á eftir sem segir allt þetta mál. Þannig að í tæplega 40 ár var þessi drengur spilandi hér fyrir okkur og annaðist samkomur fyrir okkur vítt og breitt, bæði hér á Suðurlandi og allt land. Ég hef oft talað það að þarna Steini að spila í tæp 40 ár en kóngarnir fjórir eins og ég kalla þá, þeir hafa ráðið hér ríkjum í 60 ár og þessi fjórir kóngar eru Óskar Guðmundsson, Þorsteinn Guðmundsson, Gissur Geirsson og svo síðar Labbi Glóru. Þetta eru menn sem eru búin að ráða hér hljómsveitabransanum eins og sagt og þeir hafa lítið þýtt fyrir aðrar hljómsveitir utan á landi eða á Reykjavíkursvæðinu að koma hér austur fyrir fjall þegar okkar hljómsveitir eru annars vegar. Ég minnist þess líka að mitt nána samband við Steina líka og við þeim tilfinningum þegar hann hringir í mig 1964, þá ég 18 ára gamall og býður mér að koma í hljómsveit með sér. Og bað mig að tala við Ólaf Backmann í leiðinni sem var þá aðeins 17 ára gamall og við höfum þá spilað saman í hljómsveit sem Limbo Quartet og við vorum svona í þann veginn að leggja hana niður. En Steini vildi gefa okkur tækifæri með sér og ég man hvar hann átti heima. Hann átti heima í húsi fyrir utan á sem heitir Strömnes. Og þar átti Kitty Höfn heima í gamla daga og Steini og Unnur þau leigðu í kjallarann. Ég man það, ég var nervus þegar ég kom þarna niður til þeirra í íbúðina og hvert skildi erindi vera? Jú, það var að fá að spyrja mig eða hann spurði mig hvort ég vildi vera með sér í hljómsveit og Óli Bakk. Og við að sjálfsögðu tókum því. Við spiluðum með honum þá haustið og svo veturinn allan 65 aðalega í einkasamkvæmum og þetta var okkur mikill lærdómur. En ég ætla ekki að teygja á þessu frekar, ég ætla að stikla hérna yfir dagskrána hvernig hún og við ætlum fyrst, við heyrðum hérna harmonikufélag úr harmonikufélagi Selfoss, hluta bara sem spiluði hér, sem var tákgrænt að hlusta á harmoniku af því að Steini spilaði mjög mikið á harmoniku, hann spilaði á saxofón og svo hafði hann líka mjög gott vald á að spila á bassa. Þannig að þetta var mjög fjölhæfur maður ásamt því að syngja yfirleitt í þeim hljómsveitum sem hann var í, bæði með Óskari Guðmundsssyni og síðan sinni eigin hljómsveit. Þannig að Steini gerði harmonikuna svona aðal hljóðfæri og það þótti öllum voða sérstakt að þessi maður skyldi ætla að keyra hljómsveit á rafknúinni harmoniku sem var kölluð Cordovox, eitthvað svoleiðis, sem var svona rafmagnsharmonika. Og hann gjörsamlega Cordovox, held ég græjan, rafmagnsharmonika og þetta sló í gegn. Steini sannaði það að harmonikan í fullu gildi. Í öðru lagi ætlum við að kynna okkur það hvernig Steini eignaðist sína fyrstu harmoniku. Og síðan ætlum við að segja frá því hver var hans fyrsta hljómsveit. Við ætlum að fara yfir hans feril í máli og myndum. Svo koma hér ýmis óvissuatriði til. Svo mun félagi og samferðamaður Steina segja sína sögum. Harmonikufélag Selfoss kemur hér. Hann var einn af stofnfélögum Harmonikufélags Selfoss. Síðan munu hans meðlimir í hljómsveitinu, Haukur Ingibergsson og félagar, koma hér og spila ákveðin lög af þeim plötum sem hann gaf út
og síðan endum við þetta með dansi hér á eftir, en þeir félagar eru svo almennlegir, segi ég, og náttúrulega húsið leið, að gefa okkur kost á því að taka hér snúning og eftir og dansa, og við munum eiga hér auðvitað skemmtilegt og ánægilegt kvöld í anda steinaspil. En ég vil bjóða næst hér upp á svið sveitunga Steina, Erling Brynjólfsson, sem ætlar að segja okkur frá því hvernig Steini eignaðist sína fyrstu harmoníku. Gjörðu svo vel, Erlingur. Komið að blessuð. Þessi saga fyrstu harmoníku Steina kemur kannski til vegna þess að Steini myndist þessa oft þegar ég hitt hann, og eins faðir minn sem átti sinn þátt í útvegunum vikuna. Og þessi saga byrjar líklega besta byrjana þegar að Dettifoss á leið frá Ameríku á útmánuði 1945 í lok febrúar. En en var þá skotinn niður af þýskum kafbáti. Þetta var eina skipið sem þessi kafbátur skaut niður með þessu eina tundurskeyti sem hann hitti. Svo það er óhætt að segja að hann hafi átt erindið. En hluti farþeganna og áhafnar bjargaðist, en meðal þeirra sem fórust var kona að nafni Berta Sóveka. En Berta þessi var gift Helga nokkrum Sóveka, fiskkaupmanni og alhliða viðskiptamanni í Reykjavík, sem einhverjir hérna kannast kannski við vegna þess að hann útvegaði hingað gluggana úr dómkirkjunni í Coventry og seldi norður á Akureyri, sem er orðin nokkuð vel þekkt saga. Berta þessi og Helgi áttu einn son að nafni Einar, og til að létta honum lífið eftir móðurmissinn var ákveðið að koma honum í sveit, og það væsti eftir henni til að hann var sendur austur í Villingaholtshreppi að Kolsarfelli til að hafa mín svo ömmu til að vera þar í vist yfir sumar. En það fór svo að teygðist úr vistinni og Einar dvaldi hjá mínum og ömmu í 3 ár. En Helgi kom stundum og fylgdist með syni sínum og var svona að létta honum tilveruna. Og meðal þess sem að einu sinni kom austur að Hellir var harmoníka sem að hann hélt kannski að strákurinn myndi ná einhverjum tökum á. Það var reyndar ekki, en þegar Einar var svo farinn úr vistinni skildi hann harmoníkana eftir. Og þá gerist það að faðir minn, sem fannst ómögulegt að láta þessa harmoníku bara liggja þarna. Þetta var til að gera ágætt hljóðfæri og ég veit ekki, ég kann ekki svona teknilega hluti þetta hljóðfæri sem að gamlir harmoníkuleikarar myndu vilja vita. En þetta var bara svona gulleit líka með viðaráferð og nótnaborði. Hvað annað hana kann ég ekki segja. En þá gerist það að hann hittir Steina, frænda sinn, við kirkju í Villingaholti og spyr hann hvort hann vilji ekki fá þessa harmoníku. Jú, Steini hélt það nú. Þannig að hann kom svo ríðandi niður á Kolsarfelli að sækja nikkuna, og þegar að komum á stað og þá kom í ljós að það var engin taska til utan hana, þannig að það varð að vefja hann í gamla olíukápu frá afa. Og með þessa olíukápu utan nikkuna og fyrir framan sig á hnakknefinu hélt svo Steini á stað í þennan áratuga feril sem harmoníkuleikari. Hann hefur líklega verið á 16. eða 17. aldursári og þegar ég spurði pappa af hverju datt þér í hug að láta Steina fá harmoníkuna, þá svaraði hann: Já, ég veit það ekki, mér fannst það að vanta hana. Þakka þér fyrir, Erlingur. Þetta var áhugaverð saga og segir svolítið þessa þróun sem að varð í huga þessa manns, góða manns sem við erum að heiðra hér í kvöld, minningu hans.
Ég ætlaði að byrja áðan á því að við heyrðum frá samkomu sem var haldið hérna 1988, Manstu vinur, og svona til þess að koma okkur í gírinn þá ætlum við að hlusta á Steina spila þar á saxofón, eitt lag, við svona reynda að klipta það nú aðeins til, það ekki alveg í fullri lengd, en svo í beinu framhaldi af því, þá mun Hafsteinn Þorvaldsson segja frá fyrstu hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar. Gjörðu þess vel. Góði gestir, næstur á sviði kemur maður flestir landsmenn kannast við. Hann fór að spila fljótlega upp úr fermingu og gerði allt vitlaust hér á böllunum hér í kring. Jafnvel svo að hann ógnaði hljómsveit nokkurri sem Óskar Guðmundsson veitti forstöðu. Þannig að Óskar sá sig tilneyddan til að taka sveitin í grúppuna og eins og orðtæki segir, if you can beat them, join them, og þannig að næstu 10 árin var hann í hljómsveit Óskar Guðmundssonar en stofnaði síðan sína eigin hljómsveit og fór eins og logi akur allt land. Góðu gestir, okkar eini og sanni Steini Spil, gjörðu svo vel. Jæja, Hafsteinn, þú kynntist nú Steina í gamla dag í Villigótsafnum. Hvernig voru þau kynni? Já, ég var hættan það og það var sko mikið ánægilegt að kynna Steina. Það var góður félagi og léttur í lund og alltaf með grín og skemmtilegheit. Og það var svona gaman fyrir mig fljótlega þegar ég kom á Silfurgróf í Villigótsafnum, þá eignaðist ég harmoníku. Var nú alltaf búin að vera draumur, ég var búin að spila á minna upp og yfir hljóðfæri sko. Og svo Stein þá ekki 16 ára gamall. Og hann sonur Guðmundar Hannessonar í Egilsstaðakoti og það vildi svo til að ég kom úr Hafnarfirði, fæddur og uppalinn í Hafnarfirði, fram á fermingu og kynntist þar frænda sem Rúti Hannessyni, frægum harmoníkuleikari í Hafnarfirði. Og þeir voru bara sínir og ég fæði að tala við Steina og við fórum svo að æfa saman. Og svo gerist það bara mjög fljótlega eftir að við byrjaði að æfa að Gunnar á Skeggjastöður hringir í mig og segir nú er illt í efni. Við erum með samkomi hérna á Þingborg og leiksýning og það dans á eftir og harmoníkuleikari var að tilkynna forföll. Ég er búinn að frétta að þið séu að æfa, þetta er ekki bara komið. Já. Og ég sagðist að tala við Steina að við varum bara rétt að byrja. Jú, Steini var alveg til það. Við fórum á Þingborg, svo þegar leikritið er búið þá kemur Gunnar fram á sviðið og kynnir það. Hér er komið nýjasta hljómsveitin í Flórum, Steinarnir, og þeir eru að spila Hreðavarsvalsinn. Og það var fyrsta lagi sem Steini spilaði mótbruna. Og það voru þú strákirna og þetta var bara stuttballur sem var átt eftir leiksýningar sko. Akkurat. Og hvað er Steini gamall en þetta einhverju? Já, ég held að hann er bara
um 16 ára þegar hann byrjaði að spila með mér sko, svo þau fórum eitthvað að æfa. Og þú ert, hvað, Ég er 2 ára vendri. 2 ára vendri. Og sá þriði sem var með ykkur? Eysteinn var með okkur smá tíma, bróðir. Já. En hann spilaði með í landri með okkur á bólum sko. Nei. Nú við vorum bara að spila á 2 harmonikkur til að byrja með, á bólum. Svo það var að vanta okkur trommu sko. Já. Ég var líka með gítar og hann fór fljótt í vaskinn því að við vorum að flytja hljóðfærin og okkur sjálf á alls konar bílum, meðal annars bíl sem Magnús í Vatnsholti átti og hét Harmagrátur. Harmagrátur, já. Og hann mátti ekki hafa neitt inn í og ég satt aftur á og svo settist Jón á gítarinn og brauta. Þá var hann ekki mikið spilað það. En við spilum á 2 leikur og það var mjög gaman. Til að byrja þegar við vorum í þessu litlu húsum hérna gömlu, við vorum mikið á Linniborg, í Ásaskóla, Brautarholti og svo vorum við talsverðust í Rangárvallasýslu, sérstaklega undir fjöllunum, á Seljalandi og eins í Grámshlíð. Og þetta voru yfirleitt svona samkomur sem voru haldar eftir leiksýningar eða eitthvað annað prógram. Þannig að þetta var svona... Hérst nafnið á hljómsveitinni Steinarnir? Já, það var kallað Steinarnir, svona til að vera með honum. Svo unnum við báðir í Sláturhúsinu við Steini og þá, eitt haustið þá ákváðum við það að nota frítíman í Sláturhúsinu til að smíða okkur trómusett. Ég var búinn að fara suður og hitta Guðjón Steingrímsson í Hafnarfirði trómuleikara, hann var vinur minn og kunningi og hann gaf mér svona ýmislegt dót, hægjald og símbar og svo dót og klöða og busta og svo fór ég til Ragga Bjarna og hann bara gaf mér litlu trómuna sem hann var hættur að nota og þá vantaði stóru trómuna og Steini sagði við bara smíðum hana. Ok, svo við líktum saman crossfit í hring svona ákveðin stærð og settum svo voxdúk á hana öðrum eina framan en svo var það að setja skinn á hana hinum megin. Og Steini kom í gæruskinn heima frá sér frá Eiríksbrakholti út í Kop og það var nú aldeilis fjör í kringum okkur þegar við vorum að raka skinnið á hnjánum í Sláturhúsinu, kláruðum trömmuna þar og Óskar Guðjónsson sem síðan var frægur hljómsveitarstjóri og Jánsmiður, hann smíðaði fyrir okkur strekkjaran á trömmuna. Og það voru bara steinbuteinar og svona vængjarskrúður og báða enda sko. Þetta tókst vel og nú bara veit ég ekkert hvað þessi stóra tróma og við sumuna var ég gaman að geta því. Ég sagði líka Steini, það var svo gaman að vera með hann. Einu sinni ég sagði hann frá því í hérna Dagsmónbæinn, í minningagrein, það var bara svo gaman, við vorum að fara niður frá Kotinu á Harmagrátt og Steini satt frammi hjá Magnús í Vatnsholti og ég aftar og þá heyri ég að Steini segir við Magga, heyrðu Maggi minn, það einhver að fara fram úr þér. Þá fór aftur hjólið undan bílnum og hann fram úr honum niður brekkuna frá Kotinu, svona var Steini. Ég eignaðist gamlan Ford þegar ég var í Sigurgróf, 31 bótið og var helviti ánægður með þá og Bratto sko, einu sem var ég að fara til Reykjavíkur og það var þessi kaffistofan núna litla. Hann kemur Steini á eftir mér á nýjum landbúnaðarjeppa sem pappans keypti. Var það fyrsti bílinn hans? Já, það var fyrsti bílinn hans. Ég var eldgömlu Ford, gamla Ford sko. Hann keyrir fram á mér og flautar þessi óskup á mér sko, svo bara herður hann. Svo kemur vinurinn aftur og veifaði mér og svona þegar hann kemur tilbaka, þá var hann búinn að fara til Reykjavíkur, hélt hann sko. Svo bara þegar hann rétt upp fyrir og kemur aftur og flautar aftur á mér sko, þessi óskup frá mér sko. Þetta var Steini. Var þetta glænýr jeppi bara með kynna? Alveg glænýr. Höfundurinn, hann var á eftirlaunum frá kanadíska ríkinu því hann var í fyrri heimsstyrjöldinni, var þá út í Kanada og slasaðist og hann var á góðum svona eftirlaunum frá kanadíska ríkinu og hann keypti þetta dráttarvél fyrsturmanna og svo aftur þennan bíl og reynda bíl þetta dóttur sinni líka maður hennar var leigubílstjóri. Svona var nú Guðmundur og Guðbjörg konan hans var alveg yndisleg líka, yndisleg kona og var gaman að kynnast þessu fólki í Kotinu. Ég var alltaf haldið gríðarlega mikið upp á og ég svo stoltur yfir í Kjartan að þið skulle vera að minnast Steina, vinnar míns Steinas bíl.
hann átti það sannarlega skilið og svo þekkja allir framhaldi. Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar og hann var í hljómsveit Óskars Guðmundssonar. En það sem að gerðist þegar hann hætti að spila með mér, þá fór hann að syngja. Ég hef alltaf gaman að syngja sko og var að reyka upp gól svona þegar við vorum að spila og það leist ekkert á það. En það var bara flott að spila og bóki meiri snjó. Og ég vona að það lifi og mörg þessir vinstarlög og Haukur Ingibjörnsson náttúrulega og kynnti sig á með honum, þetta voru snillingar. Þú ert að halda í Víking til útlanda? Já. Með Hörpukórnum? Hörpukórnum. Þannig að þú verður ekki með okkur laugardagskvöldið? Til Berlínar. Já. Því miður, annars hefði ég vilja vera með ykkur en ég verð hjá okkur í huganum Kjartan og það hafði ekki með þetta. Takk fyrir. Og þegar ég talaði við hann fyrst fyrir tölvöld löngu síðan þá var við ljómaðan allur upp og sagði mér strax þegar ég kom heim til hans nokkrar sögur og svo hringdi hann tvívegis og sagði mér fleiri sögur og ætlaði sko aldeilis að vera hér og segja frá ýmsu því sem þeir drölluðu saman en svona var þetta, það var búið að bóka hann með Hörpukórnum og hann fór semst í gær og baði fyrir mikið góða kveðju og eins og hann sagði hann ætlar að vera hér með okkur í andanum. Nú, ég fór á stúfuna að tala við sveitungans og meðal annars Guðmund Ámundason frá Vatnsenda og hann lenti í því líka að keyra þá þegar þeir voru ekki konur með próf og átti ekki bíl. Hann keyrði þá í gamla dag, hann var skólabróðir Steina þó hann væri eldri, þá voru þeir saman í svona heimavist eða hvað kallast þetta, farskóla og hann hérna baði fyrir góðar kveðjur, hann var svona volgur að koma hingað en eitthvað klikkaði í bókhaldinu vegna þess að það var akkurat í dag sem að gömlum leigubílstjórum var boðið í einhverja ferð út á land og hann var búinn að bóka sig þar. En hann baði fyrir góðar kveðju og fannst þetta vera mjög þarft og vert að fara út í þessa sálma hér. En það voru fleiri sem báðu kveðjur sem við komum að síðar. En eins og kom hér fram að Steini byrjaði í hljómsveit Óskars Guðmundssonar 1953 og var með þeim í 10 ár og stofnaði þá sextett Þorsteins Guðmundssonar sem þá upp úr 63, 64, líklega 63, seinni part árs og sú hljómsveit stóð frekar stutt yfir. Það var erfitt að reka 6 manna hljómsveit pluss söngvara, þar Árni Ísaksson var söngvari. Ég vek athygli á myndunum hérna upp á vegg, það sýnir svona myndir af þeim hljómsveitum sem Steini var í. Þegar við gefum smá hlé þarna á eftirheimtjum, þannig að þá geta einhverjir staðið upp og skoða þessar myndir, þá setjum við smá byrt í salinn. En Steini sem sagt var þarna með sextett, mjög öflug og flott hljómsveit. Ég fór á ball með þeim og hlustaði á það og þetta var gífurlega flott hljómsveit. En hann ákvað frekar að bakka og fer aftur inn í það að spila fyrst einn á pöllum og stofnar svo tríó og formlega stofnar hann tríó 1965 og hann keyrir þá hljómsveit í 24 ár og það oftast nær tríó hjá honum, stundum voru þeir 4 reyndar en ekki miklar mannabreytingar, hann var með mjög sterkan kjarna í öll þessi ár og þetta einmitt þetta velgengnis tímabil sem að Steini spilaði og sló allstaðar í gegn. Við ætlum núna að fara yfir myndbrot sem svona ferill Steina alveg frá æsku og fram úr og sýnir svona hvernig þetta allt gekk fyrir sig. Fyrst það bærinn, Egilsstaðakot og síðan höldum við áfram og alveg inn í nútíman. Gjörðu svo vel. Þarna systkina hópurinn. Við sjáum Steina þarna. Það fjölskyldan.
Þetta er fyrsta hljómsveitin. Steini með harmoníkuna, Hafsteinn í gítar og Eysteinn á trómunum. Og síðan er þetta tríóið sem var stofnað 1965. Þetta er ekki alveg rétt í röð, en þetta er hljómsveit Óskars Guðmundssonar, Ásgeir, Steini, Óskar og Leifur Guðmundsson. Og Leifur bað fyrir góða kveðju hérna á samkomuna. Þannig er Lolli kominn. Sjáum við Óskar, hann er nú aldeilis flottur þarna með skegg. Og þarna er hljómsveitin. Þarna er Lolli Loftur frá Sandlæk kominn. Það var gríðarlega vinsæl hljómsveit. Og þarna eru hjónabandin. Þarna er sextettinn. Það er Bragi, Bassi, Bjarni á Geysi, Sighvatur og Teddi. Og þarna er nú aldeilis tríó á ferðinni, Haukur og Kitty. Þarna hafa menn safnað hári. Og þarna er Hermann Jónsson í Þorlákshöfn kominn með honum. Þetta var alveg hörku hljómsveit. Og þarna eru þeir væntanlega í Edilsgarði. Og alltaf var Steini með Selfoss sem svona tákn, enda einn af kóngunum. Og hér hafa komið hljómsveitir. Sjáu þið bílinn. Þetta var fullkominn hljómsveitabíll á þessum árum. Og númerið hans er X775. Svo var hann undan sinni samtíð, hann átti hjólhýsi. Hann átti bát. Og þarna hefur bílinn aðeins stækkað frá fyrsta. Og þarna var nú Chevrolet, en mér skilst þetta sé 1967 módel af Chevrolet, rosalegu bílalög. Ekki kann ég nú segja hvað þetta er alltaf sem ekki. Þarna er hann fluttur á Mánaveginn, sjáu þið. Þarna er Gunnar í horninu, sem húsið hans þarna hinum megin. Og hérna er hann með saxofóninn. Hermann, og þarna er Garðar Guðmundsson kominn á trommur. Þarna var verið að kynna nýja hljómplötu, 12 laga plata. Þarna er sko verið að spila í Reykjavíkurborg, Steini Spil frá Selfossi, og þarna er verið í Danmörku. Og það er sko tríó frá Selfossi stendur þarna neðst. Hann spilaði á Íslendingadansleikjum nánast á öllu Norðurlandunum og síðan í Luxemburg, Kanari og Coste d'Azur. Fáar hljómsveitir sem hafa leikið svona eftir. Þarna er nágrann hans Róbert Bendisson með pípu. Þarna hafa piltar verið að veiða. Steini var mikill laxveiðimaður og netaveiðimaður bæði í Þjórsá og Ölfusá. Svo átti hann bát, Þingvallavatni, við sumarbústaðinn. Svo var hann eins og kom fram þáttakandi í Harmoníkufélagi Selfoss, stofnfélagi. Þarna eru þeir alveg á harða spanni, taka eitthvað léttlag. Þarna eru gamlir hljómsveitarmeðlimir að hittast, höfðu það fyrir reglu. Hann hefur átt nokkrar harmoníkur, það sér maður. Þetta er alltaf mismunandi. Þetta er fjölskyldan. Það er sumarbústaðurinn. Svo er þetta stórkostlegt hjá honum. Hann giftir báðar dætur sínar sama daginn. Þarna er Unnur með
sínum og þarna það barnabörnin. Sjálfsagt hefur eitthvað fjölgað. Nú stoppum við. Já. Hérna hlutum við aðeins yfir lífshlaup þessa manns og það kemur fram hér á eftir í viðtölum að hann var handavinnukennari í 36 ár í barnaskólan og gagnfræðaskólan á Selfossi og ég náði því að í síðasta bekk að koma í handavinnutíma hjá Steina og fékk að smíða þar sófaborð sem ég átti lengi vel. Ég vildi smíða einhvers nytsamlegan hlut og hann samþykkti það og ég smíðaði sófaborð og pússaði það alveg eins og hann fyrirskipaði og virkilega flott borð að mig minnir það ekki, Fríða. Við notum þetta bara mjög lengi. Þetta var alveg rosalega flott borð. Þannig að maðurinn var ákveðlega laghentur og það kemur fram hér á eftir. Hann var mjög nákvæmur og rétt sín á alla hluti og vildi láta vinna vel. Þið vitið það eins og ég að öflugasta hjónamiðlun landsins eru hljómsveitir og böll. Það er ekki ófá hjónabönd sem hafa orðið til á dansleikjum og Steini spil á örugglega drjúgan þátt í því og ég tala nú ekki ósköpin sem gerast á eftir. Það hafa ábyggilega mjög margir komið undir eftir dansleiki hjá Steina spil. Þannig að ég er alveg viss það að meðal annars mæting hér í kvöld sýnir það og sannað að fólk að þakka fyrir þá stund sem að foreldrarnir og aðrir tóku þátt í. Þú þakka fyrir því. Þetta er alveg klárlega öflugasta hjónamiðlun landsins. Það keppir enginn við dansleiki og þessa dansleiki, vegna þess að þarna voru ekki 100 manns eða 200 manns. Þarna voru 5, 6, 7 og upp í 1000, jafnvel upp í 2000. Þegar á hestamannamóti einu svona hvoli. Það kemur fram hér á eftir. Þannig að þetta voru sko alvöru börn, enda börnin hér fyrir austan fjall þekkt allt land. Ég ætla að hleypa hér að félaga Steina sem var með honum í meðal annars einu áhugamáli Steina. Steini var áhugamaður marga hluti og samferðamaður sem var með honum á sumrin í ýmsu að bralla og þeir þekktust náið og voru miklir félagar og vinnir. Ég ætla að biðja Stefán Magnússon að koma og gjöra svo vel. Ágæta samkoma. Þegar Bjössi Rak nefndi það við mig hvort mögulegt væri að ég segði hér nokkur orð kynni okkar Steina, þá kom mér fyrst í hug hvernig ætla Steini hefði viljað að sín væri minnst á slíkri samkomu. Hann hefði örugglega komið með góðan brandar það ef ég þekkja vel. En þegar mér verður hugsað tilbaka til þeirra rúmlega 50 ára sem við Steini þekktust, þá kom mér í hug orðin músík, gleði og húmor. Kynni okkar hófust 1960 þegar við kenndum saman í barna- og miðskóla Selfoss og sem síðar var gagnfræðaskólinn á Selfossi. Hann kenndi handavinnu og ég íþróttir. Og það er ábyggilega til ennþá hér á mörgum heimilum smíðisgripirnir sem Steini lét nemendur sína smíða, svo sem borð og skápa og lampa úr kýrhornum. Og mér minnistætt hvað okkur kennurunum þótti eftirsóknarvert að sitja við borðið þar sem Steini var í kaffitímanum, því þar var fjörið og gamanið. Já, maður kemur upp í hugan þegar rifjaður upp samverustundur okkar Steina. Til dæmis þegar við fórum saman á ógleymanlega tónleika með Louis Armstrong eða þegar við vorum eitt sinn á leið á Selfoss og Reykjavík í glerjandi hálku og ég var farþegi hjá Steina en á Kambabrún fer bíllinn að renna til hliðar og þetta var sko gamli vegurinn
í Hvömbum. Og ég var kominn með hendurnar á hurðarhúninn, tilbúinn að stökkva út áður en við færum alveg fram af, en þegar bíllinn hafði stöðvast alveg á blábrúninni, segir Steini alveg sallarólegur: "Hvað er þetta, maður? Ætlarðu að fara að húkka að fara með öðrum?" En svo tæpt var bíllinn kominn að ekki var þorandi að hreyfa hann fyrir en Vegagerðin aðstoðaði okkur. Á þessum árum vorum við að byggja okkur hús og þá var hjálpast að, til dæmis við steypuvinn og fleira. Og ég hef trú á að því að ennþá sjáist handbragð Þorsteins Guðmundssonar í gestasnyrtingu á Tryggvagötu 34, þar sem hann lagði flísarnar á veggi fyrir mig. Allt lék í höndunum á honum og mikið dáðist ég að trébátnum sem hann ungur smíðaði og notaði við veiðar í Þjórsá, eða vindrafstöðinni sem hann sett upp í sumarbústaðinn og lét slá út ef vindstyrkurinn fór yfir ákveðin mörk. Best kynntist í Steina þó þegar við vorum í Sandvíkurveiðinni og veiddum laxa í net. Og mér er enn í fersku minni þegar Steini kom til mín og spurði mig hvort ég væri til í að koma með sér í netaveiðinni í Ölfusá. Ég sagði hann að ég væri sveitadrengur sem kynni að handmjólka kýr og hirða sauðfé, en kynni ekkert að fara með veiðiskap. Nú þá kenni ég þér þetta bara, sagði hann. Og má segja þarna hæfist ógleymanlegur tími í mínu lífi. Steini kunni allt laut að veiði. Hann kenndi mér að fella net, smíða kláfa og byggja úr þeim bryggjur sem náðu jafnvel 20 metra út í straumhörða Ölfusána. Kláfur er sama svona kassi, þessu áðan þarna á myndunum, tæpur metri á kant sem er svo fylltur af grjóti sem við erum að taka úr árbotninum og það var oft aðeins kantsamt verk að kafa eftir því blautur alveg upp á höku. Þessum veiðiskap fylgdi talsverð hætta og ekki löngu áður en við Steini byrjuðum á þessari veiði þarna. Þá var það afskaplega sorglegt slys. En nú gerist það einu sinni að allt fast í botni og ég dett út af örmjóri bryggjunni og í ána, en náði takja á einum klofnum og gat bjarga mér þannig upp á ránni. Og oft átti Steini eftir að tala að þetta væri frumlegasta aðferð sem hann hefði heyrt til að kanna dýpið í Ölfusá við Löngubryggjuna. Það var því ekki að undra að stundum urðu konurnar okkar áhyggjufullar ef dróst að við kæmum heim úr vitjunum. Ég man sérstaklega eftir því að eitt kvöldi fórum við 8-leytið af stað og í það skipti fekk elsti sonur minn, sem þá var bara krakki, að fara með okkur til að vitja en eftir að hafa ferst netin í botni og þau rifnað og við þurfti að gera við, þá komum við ekki heim fyrir langt gengið 3 nóttina. Það var víst mikið búið að ganga gólf og líta út glugga þá nótt, allavega á Tryggvagötu 34. Saman keyptum við okkur Steini gamla villisjeppa til að nota í veiðina og ég vildi óska að ég ætti upptökar af öllum þeim bröndurum og sögum sem sagðar voru í þeim bíl. Vitja var netin kvölds og morgna og margir voru kaffisoparnir sem drukknir voru á mánaði 8 áður en lagt var af stað í vitjanir. Takk fyrir kaffiðunum minn. Steini var einstaklega heiðarlegur og nákvæmur með alla hluti og kom það vel fram í samskiptum við veiðiréttareigendur í Sandvíkurveiðinni. Enda var hver uggi vigtaður, hvort sem var til sölu eða enga nota. Og ég fullyrði að algjört traust ríkti á milli þessara aðila meðan Steini stundaði þessa veiði. Yfirleitt vorum við Steini sammála nær alla hluti. En þó man ég eftir einu dæmi þar sem við vorum ekki á sama máli og ekki hefur nú ágreiningsefnið verið merkilegt þar sem ég man það ekki lengur. En eitthvað var það tengt veiðiskapnum. Mér finnst lýsa Steina vel hvernig hann afgreiddi þetta mál okkar og hvernig hann með sínum óborganlega húmor gat breytt öllu til betri vegar. Þú eitthvað bjátaði á.
Jæja, en eftir að okkur hafði orðið þarna eitthvað sundurorða og Steini var kominn upp í bíl og að keyra í burtu, þá skrúfar hann niður rúðuna, stingur höfðin út gluggann og kallar til mín: "Kysstu mig." Og það má víst segja með sanni að málið var dautt. Steini hafði sérstakt bros. Alltaf þegar von var á góðum brandara, þá byrjaði glettnin að sjást í augunum og svo breyttist brosið yfir andlitið. Og minnist að verði mér eina af síðustu heimsóknum mínu til Steina á sjúkrahúsi Suðurlands, en þá var hann orðinn mjög veikur og var ég ekki viss hvort hann þekkti mig. En þegar ég spurði hvort hann myndi eftir Sandvíkurveiðin úr Löngubryggju, birtist glettnin í augunum og brosið sem ég kannaði svo vel við frá fyrri tíð. Ég var ekkert nema bjartar og skemmtilega minningar Steina, vinn minn, og mér finnst ekki hægt að ljúka þessum orðum hann nema minn sé á músík. En það sem ég tel að aðrir muni gera því mér skil hér, og ætla ég að fara lítið út í þá sálma. En þó vil ég segja að ég fílaði, eins og unglingarnir segja, afskaplega vel alla tónlist sem Steini spilaði og ekki síður tónlistina sem hann höfundur að og vísurnar sem hann samdi við lögin sín. Og Grásleppu Gvendur mitt uppáhaldslag eftir Steina, bæði lag og ljóð. Hann átti létt með að gera skemmtilega vísur. En á tónlistasviðinu munu minningarnar Steina spil lifa lengst. Þakka þér fyrir, Stefán. Eins og þið heyrðuð að þá var þetta maður sem tók þátt í mörgu og var gaman að starfa með. Við ætlum að gera örstutt hlé núna vegna þess að það bara beðið það og við verðum að sjálfsögðu við því. Gjörðu þið svo vel, við ætlum að hafa hlé svona í ykkur mínútur og við getið staðið upp og aðeins rétt úr ykkur og svo byrjum við aftur og þá verða viðtöl hér við fólk í bænum og mjög spennandi og skemmtilegt að hlusta á. Gestir, þá höldum við áfram. Eins og kom fram áðan að þá náðum við viðtölum við fólk út á götu og tókum það svona bæði valið og að handahófi og báðum viðkomandi að segja okkur til það hvort hann þekkti til Steinar spil og það kom margt skemmtilegt einmitt fram í því sambandi. Við ætlum að spila það núna og jafnframt ætlum við að sýna viðtal við Steina, hluta úr viðtali við Steina sem við tókum á skemmtunni þarna árið, manstu vinur. Það stóð til að hafa 3 sýningar á hótelinu 1988 en þær urðu sko 11. Það var komið langt fram á sumar og menn bara búin að fá nóg í bíli en það er vaknað aftur upp svo hugmynd vegna þess að hann ekki aldeilis eins og að hljómsveitir frá Selfossi séu óþekktar og hafi þar gert garð frægan. Nægir að nefna Skíta Moral og Ingo og ýmsa nútíma menn sem eru enn að og halda uppi merki tónlistarinnar á Selfossi. Þannig að nú uppi hugmynd að dusta rykið af þessari hugmynd sem var alveg frábær 1988 og fá Hjördísi Geiss og allt þetta gamla góða lið inn í þetta og búa til eitthvað veglegt sem við getum verið stolt af. En þarna árið 1988
þá héldum við að þetta myndi svona henta vel upp á að metta markaðinn að halda 3 sýningar, en þær urðu sem sagt 11 og þetta byggði á því að fólk kom úr Reykjavík, bara hópferðir úr Reykjavík, vildu gista hér fyrir austan og taka afsjátíð og fleira og koma á þessa samkomu. Hún var slík, slíkar voru vinsældir þarna þessara skemmtunar á sínu tíma. En við látum nú tíma leiða það í ljós hvort við náum þessu fram aftur, en gaman væri að reyna við þetta. Eins og kom hér fram áðan líka að Unnur Guðríður Jónasdóttir, kona Steina, og börnin 3, Sofía Guðbjörg, Guðmundur og Silja Sigríður, þau eru hérna öll að sjálfsögðu með okkur í kvöld ásamt barnabörnum og öðrum skyldmönnum, og það er mitt gaman að því að Unnur er nýkomin til landsins og það var ákveðið svona að bíða hans með þetta, þannig að hún yrði að sjálfsögðu viðstödd, og við vorum auðvitað pínlítið hikandi með að hafa þetta svona á laugardagskvöldi. Bæði er mikið að vera hjá fólki, það er árshátíð í Sláturhússins, það er árshátíð í Sjúkrahússins og Karlakórinu með samkvæmi og fleira. En við höfum ekki þurft að hafa nokkrar einustu áhyggjur hér í tróðfullt hús. En gjörið svo vel, hér eru viðtöl tekin af handahófi en aðeins skipulega, gjörið svo vel. Jú, það passar. Náði hann að örfa upp í þér áhuga til þess að verða smiður? Af hverju ert þú smiður í dag? Ég er ekki frá því. Hann á ekki átt einhvern þátt í því. Og gamli refurinn? Gamli refurinn. Já. Hvernig var það sem kennaði? Hann var fín. Já. Hann var fín. Hann var nákvæmur og harður held ég. Já. Maður komst ekkert upp með neitt. Nei. Maður þurfti alltaf að pússa aðeins meira. Já. En maður hélt. Já, þegar tími var að verða búinn að fá að pússa pínlítið meira. Þá leta maður pússa aðeins lengur. Já. Fyrir að klára mínúturnar. Já. Náður að klára eitthvað meistarastykki? Já, ég kláraði eitt í 9. bekk. Þá þurfti að langaði mig að gera svona koffort. Já. Pabbi minn hafði smíðað á Laugavatni í þessum tíma. Já. Svona metislangt og 40 breitt og 60 hæð. Já. Það var eitthvað flókið. Já, mátti ekki hafa það sem námsverkefni? Ég mátti ekki hafa þetta, sem það átti að vera eitthvað annað. Já. En þá fekk ég leyfi með því að fara í Selós við pappa og við smíðum flekana, límdu saman föru, slípuðum. Svo fekk ég að saga það á stærð og skrúa saman hjá Steina með hans aðstoð. Og sögum svo lokið af og byggum til lok. Fekk að pússa þetta til og sjenna og þetta er nú enn í notkun hjá mér í dag. Er það ekki? Og mástu hvað einhverjum fékkst fyrir? Það lítur að vera rosa hátt. Er það ekki? Jón Pálsson, ég er ættað frá Surbæ og bý í Stúfalsfjörður. Já. Lögbústir en á Bollasýslu. Já. Náðu þú að koma á böllin með Steina í gamla dag? Já, ég komst á böll með Steina að spila. Það voru alveg hörkugóð böll og mikið flott músík og góð lög og mikið stuð á dansgólfinu þegar Steini var að spila. Já, hvað náður að fara á böll með honum? Ég náði á Laugalandi mann ég eftir og austur á Kóli og jafnvel í gamla Hellubíónu, þar komst ég líka á ball með honum. Já, komst eitthvað hérna út í Árnessýslu það? Kannski í Þjórsaveri komst ég held ég á eitt ball með honum, já. Já, en þá voru nú böllin aðeins öðruvísi en þeir í dag. Þannig, þá voru bara að byrja kl. 10 á kvöldið og hengja að dansa og búið snemma. Já, maður byrja kl. 10 á kvöldið að dansa og það er búin 2 til hálf 3 og maður var kannski komin heim hálf 4 nema að letta af einhverju svona... Já, einhverju svona auka. Já, auka. Heldur að Steini ekki nokkurn heiður af mörgum hjónaböndum? Jú, ég er ekki vafað með það. Og talsveit mörgum bönnum á í framhaldinu? Já, örugglega. Það kom mörg bönn undir eftir að dansleiki með honum. Já, eftir áhrif frá honum. Já, áhrif frá honum. Já, ég er ekki vafað með það. Það eru þakkaði við manni. Þetta eru Steina spil? Það er nú líklega. Já. Hann var mjög frægur þegar ég var að vaxa úr grasi, Steini spil. Já. Óskar Guðmundsson, sá miklu hljómlistarmaður, var svona á sínum lokaspretti. Já. Og þegar manndómurinn kom yfir mig, þá var Steini spil, það var aðal hljómsveitin hér. Já. Svo komum ánarnir og svona. Já. En fórstu á ball einhvern veginn, Steina? Já, æði mörg böll. Það var dásamlegt að vera á böllum
spilum með Steina, þetta var mikið fjör. Já. Og við bræðurnir á Brunnásstöðum og staðið okkur vel, þá lánaði Ágúst bóndi okkur Rússansinn X6. Já. Það var nú gott að vera á bíl sem sæði 6. Já. Þetta var skemmtilega og við fórum inn og börnum byrjuði klukkan 10. Já. Og voru búin klukkan 2. Já. Og þetta var gríðarlegt stuð á Steina spil og hann naut þess að vera músíkant með frábærar hljómsveitir. Þú var það þekkt með Steina, hann slátraði jafnvel stóru hljómsveitunum Reykjavík þegar hann reynaði að berjast og sagði að það þýtti ekki að fara bara með gamla góða Steina, það komið bara með okkur en Steini hann gaf sig ekki. Hér var ríkið þessara manna, við vorum mjög tryggir við okkar hljómlistarmenn, bæði Óskar Guðmundsson, Steina Spil og svo mannanna. Þeir áttu hér stórveldi og hér voru 1000 manna böll í félagsheimilunum og það væri nú meiri menningarbragur við að í dag að það var hljómsveit eins og Steina Spil. Byrja að dansa klukkan 10 og hætta klukkan 2 og fara að sofa. Þetta erum við fræður að gera því við verðum að vera konið í 4 klukkan 7. Já, þú er ekki náðu að vera smíði og Steina, nei? Nei, ég var hjá Sigfúsi vini mínum Kristinsinni að vinna þegar ég var ungur hér. Þannig að það var nú gott að smíða hjá honum. Heldur að Steini hafi ekki haft svolítið áhrif hérna á ballmenninguna á Íslandi? Steini var gríðarlega fjörugur Steini. Þetta var stórbrotnar menningarhátíð hjá honum. Og flóamaður eins og þú? Já, Villingólfsöfnum. Þannig að hann hafði mikil áhrif og þetta voru menningarsamkomur hjá Steina og mikið stuð. Þannig að það var gaman að alast upp hér og sækja böllin hjá Steina Spil og ég minnir þetta oftast við tríó hjá honum. Þannig að og margur lögin hljóma enn þegar maður hugsa til þeirra, Grafsleppugvendur og Mokið meiri snjó. Sem aldrei orðið snjór. Hann var stuðbolti á við Geirmund og fleiri sko. Hann ekki okkar Ingimar Eydal, Geirmundur og Rúnar Júl? Ekki að dáða það þannig? Svo komu mannarnir og Steini stóð nú bara í þeim. Hann var svo vinsæll og ekki var svo gott að vera samkominn hjá þeim. Snjóboltun. Þetta lag nú svona nokkuð gott að vera uppi en því að það hætti að snjóa. Snjóboltun. Er það gott kaffi? Þetta er fínt maður, bragðkaffi, þessi bætu við kæti. Þessi bætu út í mér sér. En Steini, þú ert nú búinn að vera manna lengst í þessum bransa. Ég bara fyrir í kvöld. Ég heyrði viðtal við þig hérna, ég held á Bylgjunni. Já, var ekki góður. Já, alveg frábært, eins og venjulega. Þú varst að hætta þá? Það var ég hætti sko. Þú varst hættur þá? Já, ég er hætti í kvöld. Ertu hættur núna? Það er ekki að vera í kvöld? Já, svona bara í kvöld sko. En ég myndi að ég er hættur sko, ég er hættur að taka fyrir þetta. En ágams, hvað ertu búinn að vera lengi bransan? 35 ár, að minnstakosti. Alveg frá því bara að maður... Frá því fyrst bara að maður hætti sig það. Í alvöru? En í alvöru er ég búinn að spila næst í stanslust frá því ferningu. En hvenær byrjaði með hljómsveit sjálfur? Það er svona 62. Var það tríó þá eða? Byrjaði með tríó, en það urðu nú 6 tíma.
En ég sá að það var ekkert sniðugt. Það skipta mjög. Ef þú tekur pressulega í sér, þá kemur þú fram. Eða þú myndir syngja 4, eða ertu með 4. Litt og gæli. Eða ertu fyrstu. Og svo kemur ykkur annar. En með hvaða hljómsveit byrjaði fyrst? Satt segja byrjaði að reysa mig. Ég var rockjóðans. Já, svona var þetta rockjóðans. Og það var nú bara svona í gríni, en var nú tölvöld alveg ástöðin. Það er eftir greiða næsta. Enda undan því að ég óskar mjög mjög. Það byrjaði þessi 10 ári. Óskar Guðmundssyni? Já. Og var hjá honum í 10 ári og síðan tók með mín einu hlut. En heldur þú sér nú hættur? Langar ekki alltaf að byrja aftur eftir svona tíma? Og eins og ég sagði nú einu sinni, ég held að það hefur nú verið í útvarpsviðtali, þá hættir maður aldrei. Það halda þessu svona niður og maður getur svona, já, þessu alveg. Þetta er svona eitthvað líkt í sko, það er alltaf svona niður, en þetta blundar alltaf í mann og það lítir til alveg sem það lappi í bíl og spurning, það var ekki. Ég er ekki til í að taka þátt í þessu sjói sem átti nú bara að vera mánuður, það voru þarna 3 mánuðir. Já. Man er þátt að gæma. En á löngum ferli, eitthvað svona spaugilegt aftur? Þau verður nú svo mörg sko, það er nú alveg í heila bók. Þú er kannski eftir að gefa út bók? Með spaugilegum atvikum úr... Það mun komið í hug. Já. Já, satt sér. En ég gleymi því nú reyndar aldrei á kóleiksinu, það var nú afallega svo 2500 manns á staðnu. Það var 4.000 hestamanna á Hellu og það myndi svona 2500 manns á kóleik á svæðinu. Og mér er ekki minnistætt að það voru gáðingar sem hafa komað beljur inn í andinni. Þó það væri svona margt. Í þeim hugsaðist að ná í belju, það voru beljur á beiklunum bara skammt fyrir utan veginn. Og þeim hugsaðist að ná í eina beljuna og allir viku fyrir beljunni. Þó var allir með tróningum að þess að mikið dæstu nokkuð maður kæmist inn. Það voru allir fyrir beljunni og beljukostin í andinni. Og þeir voru svo sniðið sko, þeir settu bara miða í eyranu og sagði sko hún á fullur eftir að fara, hún á fullur að segja. Beljan kom með varirnar alveg upp á kynnaðinu sko, þá var alveg æst þetta upp og hérna var einhver æðislegur gæi svo þetta var Þetta er satt. Og hér er hjá mér Óli Þór Gunnarsson, skólastjóri. Og ég ætlaði nú að spyrja þig Óli hann Steinar Spil, starfaði ekki lengi með honum? Jú, við Þorsteinn við unnum lengi saman og við vorum á svipuðum tíma í kennaranámi. Kynntist honum ekki, ég vissi af honum, ég kynntist honum ekki neitt að ráði þá. En svo verðum við samstarfsfélagar, það er líklega 1960 þegar hann byrjar sem smíðakennari við Gagnfræðaskólann eða sem líklega hét miðskólinn þá. Hann var fyrst eftir að hann vann í kjallaranum á Sundhöllinni. Þar var kennslustofa þar sem Steini kenndi. Og ég kynntist honum líka á þeim árum á svolítið annan veg eða á öðru tilefni. Þannig var að í sínum hljómsveitarrekstri eða að leika í hljómsveit, líklega með Óskari Guðmundssyni á þeim tíma. Og þá man ég eftir að hann kom einu sinni til mín. Ég leið upp á Birkivöllum og Bergþóri og þá vorum við, nokkur kvöld þá var saman og þá var viðfangsefnið Steini kom með lög og enska texta úr kananum og við vorum að brasa við það jafnvel að koma texta á þetta í íslenskum eða ég var svona Þýða þetta yfir svona? Já, það var svona verið að brasa í því. Þetta var nú stutt tímabil. Nú en hins vegar var þetta upphafar löngu samstarfi. Við erum samstarfsmenn allan tíman frá því þarna 60 og þá til 1996 að Steini hættir.
Og ég var að segja það, ég held að það séu vandfundnir öllu betri starfsmenn en Þorsteinn Guðmundsson var. Hann var einstaklega nákvæmur, samviskusamur, stundvís og fylginn sér í sínu starfi. Ég fann aldrei annað en það að hann hafi verið vinsæll á nemendum og ég hef mörg dæmi í huganum það sem kannski nemendur áttu högg að sækja eða einhverjum erfiðleikum, þá var það alveg víst að hjá Þorsteini Guðmundsssyni áttu slíkir aðilar skjól. Og ég tel að hann hafi verið á þessum mínum einn af bestu kennurum skólans. Var hann allan tíðina smíðakennari eða var hann eitthvað meira? Hann var eingöngu smíðakennari. Og ég man ekki eftir öðru að vísu var hann í ýmiss konar efni í sinni vinnu. En hann var fyrst og fremst smíðakennari. Hann var mjög nákvæmur og það geta eflaust nemendur hans borið Hann var dálítið fylginn sér að menn ynnu verkin vel og nákvæmlega Ég man að við vorum eitthvað erfið við það þá var oft þannig hjá svona almennum kennurum að þið kannski hótuðu því nú að það var svona rétt að senda okkur til skólastjóra ef við erum ekki þægir. En Steini fór nú einhvern veginn svona öðruvísi að því, hann nálgaðist öðruvísi og ef menn voru ekki til í að læra og gera allt sem hann að þá svona það var einhver léttleiki eða eitthvað sem að hann svona var nú náttúrulega húmorista heilmikill þannig að hann nálgaðist öðruvísi og fékk menn til þess að vinna fyrir sig áður en hann kom til skólastjóra. Ég man ekki eftir því að hann hafi sendt mér nefnda bara í eitt einasta sinn. Bara aldrei. Ég meina út af einhverju vandamálum. Ég man ekki eftir því. Náður að komast á ballið með Steina? Hérna í bíóinu? Já. Það stundaði ég svona fyrir hlutanum lífsins þá kom ég á dansleiki og man vel eftir honum á þeim vettvang. Svo er annað sem ég aðeins minnist á vissu tíma þá fór Steini stundum suður á Kanarí og þá þurfti kannski stundum aðeins að hliðra til dag og dag varðandi starfið í skólanum. En það hins vegar annað í þessu sambandi sem ég held að sé vert að minnast miðað við það hversu mikinn þátt hann tók í hljómsveitarstjórn og dansleikjahaldi að ég man aldrei eftir því aldrei nokkur tíman að Þorsteinn Guðmundsson hafi vantað til vinnu til dæmis eftir helgi. Aldrei. Hann vantar margir músikantar oft eftir sig eftir svona langar helgar? Já, það er eflaust og er ekkert óeðlilegt. En Steini var einhvern veginn þannig persónuleiki að hann hafði allt sitt á hreinu varðandi vinnuna. Svart á hvítu. Og ég er nokkurn veginn viss það að hann eftir ferilinn á þátt í velferð ýmissa manna hér í byggðarlagi og sjálfsagt annars staðar líka. Takk fyrir því. Á þessum góðu gömlu árum. Það var ekki eins mikið útastöðum þessu núna, það var bara gamla góða guðvögn og aðra þá óskalög sjúklingar sem verðust í geði, vegna þess að menn bara létu að leggja sig á sjúkrahús þess að fá lag. Þá gekk mikið lag sem hér Bónas Þeirra.
Þarna fórum við aðeins yfir farinn veg og töluðum við menn og hann sjálfan og ég ætla að geta þess strax að það var algjör synd á sínum tíma þegar við vorum með hérna prógramið Mannstöðvinur að ekki hafi verið hugsað fyrir því að taka það allt saman upp með einum eða öðrum hætti á góðar vélar og eiga þessa minningar en svo er fyrir að þakka vini mínum og hljómsveitameðlim til margra ára Ólafur Rúnar Þorvarðarson sem átti svona litla vél og tók þetta allt saman upp bæði á æfingu, generalpröfinu og svo eins kvöldið tók viðtölu og þið heyrðuð í honum hérna áðan og hann er hérna í salnum, ættar á Grindavík, bjó í Reykjavík, ég ætla að láta hann standa upp og klappiði fyrir honum. Mikill áhugamaður að varðveita hluti og hann hefur tekið myndir af öllum bátum í Grindavík, tekið viðtölu við gamalt fólk sem löngu farið og hann sá það að þetta var eitthvað sem við þurftum að varðveita og auðvitað voru myndgæðin ekki 100% en þetta er þó til allt saman á allir tónleikarnir eru til hjá honum og hann er að vinna þetta betur og ég ætla að láta þess getið að við ætlum að, hérna var þetta klippt og skorið meira og minna en við ætlum að vinna þetta þannig að við setjum þetta allt á einn eða tvo diska hvað þarf til og afhendum Unni að sjálfsögðu allan pakkan. Ég veit, ég geta þess líka Skarphéðinn Sveinsson, þið þekkið hann, pabbi hérna Sveinskora sem var hérna áðan, hann var alltaf í stjórn bílastöðvarinnar og bílastöðin var alltaf með mjög vinsæl böll í byrjun desember. Bílastöðvar böllin voru þau kölluð og hann var að segja mér það að ef að var að ræða að fá Steinar spil þá réðu þeir hann alltaf að afloknum dansleik þar að segja til þess að það sé öruggt að fá hann að ári þá var það ráðan strax að afloknu því balli sem hann spilaði á. Svo var slegist þennan mann. Það segir allt það að það var það bóka fram í tíman. Steini var með þetta allt saman skráð í bók hvar hann spilaði hér og þar og væri gaman að fara onni í það sem ég veit að verður einhvern gert við gott tækifæri og velta bara fyrir sér hvernig að maðurinn komst yfir alla þessa hluti. Enda eins og Óli Þótt sagði réttilega þetta kom aldrei niður á vinnunni, aldrei nokkuð tíma. En Steini var einn af stofnendum Harmoníkufélags Selfoss og nú ætla þeir
heiðra minningu Steina. Og það er líka gaman til þess að geta að Harmoníkufélag Selfoss var 20 ára á þessu ári, en bjóðum Harmoníkufélag Selfoss upp á svið og fögnuðum innilega. Þeir ætla að spila lög og kynna það væntanlega sjálfir, bæði eftir Steina og aðra. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir klappið. Þetta er hljómsveit Harmoníkufélag Selfoss. Fyrsta lagið sem við leikum heitir Vals og Breiðhringabú. Það er eftir Óla T.H. sem var einn af stofnendum félagsins. Eins og Steini Spil og fleiri. Doddi Rafvirki sem var hérna með okkur, hann var líka einn af stofnendum félagsins. Sem var stofnað held ég hvað 5. eða 17. nóvember 91. Við ætlum að leika næsta lag eftir Steina Spil. Og þetta lag, við skulum bara bíða smástund. Þetta lag eftir Steina Spil, þetta er svona skottís og heitir Vangaveltur. Og þegar ég var að spyrja Dodda, því að hann er svona meðal þeirra elstu menn sem muna ansi margt, að þetta var sennilega fyrst flutt árið 1993 á landsmóti harmoníkuunnenda á Egilsstöðum
og það tók þátt í lagakeppni og Doddi var ekki alveg viss á því hvort það hefði lent í öðru eða þriðja sæti, en það skiptir ekki þetta máli. Þetta er bara stór fínasti skottis eftir stigapil sem við ætlum að spila. Þetta er vangaveltur. Takk fyrir það. Ég ætla bara næsta að setja lag sem ekki hefur heist hérna í þessu húsi áður. Það er frumsamið. Ég spila fyrsta lag eftir Út í há, síðan til Steinar spil og svo ætla ég að reyna að lauma einu lagi að sem ég páraði niður, það heitir Lift og togað. Thank you.
næst síðasta lagi hjá okkur þar sænskur pressilegur vals. Það var alls að geta þess að þegar ég var fyrst að vinna með þessu félagi, það var veturinn 95-96, þá var ég þeirra ánægju og aðlöfandi að kynnast Steina. Og það eins og áður hefur komið fram, það var mjög stutt alltaf í gríni hjá Steina og æfingum og þau voru að spila. En við ætlum að enda þetta á sænskum valsi sem heitir Kalle Hevens vals, sérstaklega leikinn fyrir Steina. Eins og þeir muna sem að koma á börn með þeirra spil, ef þeir hafi ekki verið aðeins og drukni, þá muna þeir að hann endaði alltaf á einu ákveðnum leið. Það var eitt sérstakt loka lag hjá þeirra spil. Það finnst mjög virðingavert. Og við ætlum að spila þetta lag fyrir ykkur sem hafa verið á börnum með þeirra spil fyrir lifnið aftur augunum. Og við uppbyrjum stemninguna fyrir að spila þetta Final Time.
Já, góðir gestir, ég ætla að biðja ykkur sem eru í salnum að hafa þokkalegt hljóð rétt á meðan. Við ætlum að fá þessir félagar hérna í Harmónikufélagi í Selfoss halda núna 7. nóvember næstkomandi upp á 20 ára afmæli Harmónikufélagsins og Steini var auðvitað stofnfélagi þar og þeir héldu mikla hátíð hér út í Ölfusi daginn, glæsilega, þar sem ég kom og fékk örlítið spjörfið af hátíðinni. En fyrir hönd menningarnefndar sveitarfélagsins þá vil ég biðja formann Harmónikufélagsins Guðmund Ægi Theódórsson að koma og veita hér örlítlum þakklætisvotti viðurkenningu frá sveitarfélaginu leið og við óskum ykkur allra heilla. Það má geta þess einnig að Harmónikufélagið að vinna að undirbúningi og vinna að því að gefa út geisladisk sem við auðvitað öll munum kaupa og styðja þetta framlag þeirra. En megi félagið, starfsemin og selskapurinn allur vaxa og dafna með innilegum hamingjóskum frá okkur íbúanum í sveitarfélaginu og Harmónikan liði. Og ég vil þakka þeim félögum í Harmónikufélaginu afskaplega vel fyrir og ég veit að þó að þessi gjöf sé ekki mjög stór að þá það hugurinn sem að baki henni stendur sem að gildir og sömuleiðis munum við styðja þeirra framlag þegar kemur að útgáfu geislaplötunnar. Það má segja þessa félaga í Harmónikufélaginu að þeir eru alltaf boðnir og búnir sama hvað í gangi hér í sveitarfélaginu. Ef þeir eru beðnir að koma og spila, þeir eru alltaf tilbúin að koma og þetta virðingarvert og þakkarvert. Sömuleiðis langar mig að biðja félagana sem ætla að leika hér á eftir úr hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar að koma hér aðeins á svið. Ég ætla að fá það til að koma hér aðeins á svið. Haukur, Hermann, Grétar, Rúnar. Þessir kappar slógu taktinn með Steina. Og að sjálfsögðu fyrir hönd menningarnefndar viljum við færa þeim eilítið þakklætisvott fyrirfram fyrir að taka þátt í þessu kvöldi og gera þetta kvöld gerlegt. Og það vísu að æra óstöðan að kalla alla hér upp sem að hafa leikið með Steina í gegnum tíðina. Þeir eru hér talsvert margir í kvöld. En ég ætla þó að gera hér eina undantekningu á því og fá hans gamla trommara Kristinn Alexandersson til að koma hér upp og Kristinn Alexandersson og annan til Sigfús Ólafsson sem að lék með Steina líka, ég fá hann til að koma hér upp. Sigfús. Ég tók einu sinni að mér frekar geggjað verkefni. Sigfús hringdi í mig og spurði hvort ég væri nokkuð til í að koma með sér út í Vestmannaeyjar og spila í sjötugsafmæli. Og ég spurði hvort það engar yngri en það. Jú, þetta fullt partí af stelpum á öllum aldri. Og við Sigfús tókum Herjólf til Vestmannaeyja, spiluðum þar í velheppnuðu afmæli og ég lærði þarna ýmis lög og söng þau í fyrsta sinn og Sigfús tók svo það sem ég kunni ekki og þetta var dásamlegt. En þetta eru snillingarnir sem ég ætla að fá að færa hér smá rós frá menningarnefnd sveitarfélagsins og okkur íbúunum með þakklætisvotti fyrir þeirra framlag og
og ekki síst þeim sem að leggja hér hönd og plóg í kvöld. Haukur Ingibergsson ætlar að segja hér eitt orð. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka menningarnefndinni fyrir að gefa okkur þessa rós. Það er okkur mjög ljúft verk að vera hér í kvöld. En það sem ég vil segja og vekja athygli á er það að hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar starfaði í meira en 2 áratugi. Hér á sviðinu eru allir þeir sem að spiluðu með honum í hljómsveitinni. Það er örugglega vandfundin hljómsveit þar sem jafnfáir hafa starfað saman jafn lengi og það segir okkur hvern mann Þorsteinn hafði að geyma í samstarfi, vináttu, leik og starfi. Takk fyrir. Já, nú skulum við þétta og fáið þeirra myndaður koffanum saman. Og áður en ég sleppi þessum herramönnum af sviðinu, að þá ætla ég að fá Unni Ekkju Steina til að koma hér upp og veita hér örlitlum þakklætisvotti fyrir hönd fjölskyldunar, viðtöku frá okkur í menningarnefnd sveitarfélagsins. Unni, gjörðu svo vel. Ég vil bara fá böndin hennar á sviði líka. Það er nú að æra úrstofur að fá allar pakkan, en böndin hennar komið hér líka. Já, þá bara farið mikrofónið hérna. Kæru gestir og menningarnefnd. Fyrir hönd okkar fjölskyldu og Steinar Spil vil ég þakka fyrir þetta frábæra framtak sem minningu hans hefur verið sýnt hér í kvöld. Einnig vil ég þakka gömlum samstarfsmönnum hans fyrir framlag þeirra hér og fyrir allt gamalt og gott í gegnum tíðina. Leið og ég þakka gestum fyrir komuna sem er umfram björtustu vonum, sko. Hér er allt troðfullt. Þá er ekki hjá því komist að nefna Kjartan okkar Björnsson, sem alltaf hefur verið Steina mjög hliðholgur. Til dæmis, þegar hann fór af stað með Selfossbrotanum á sínum tíma á eigin Þorrablóti árið 2005, þá var Steini fyrsti maðurinn til að hljóta þessa viðurkenningu. Og í framhald af þessu langar mig til þess að biðja Kjartan og Björn föður hans að koma hérna til okkar vegna þess að ég veit að Bjössi Rak, eins og við þekkjum hann öll best, hann á stóran hlut á þessu kvöldi sem er ómetanlegt fyrir okkur fjölskylduna. Og nú, Kjartan minn, er komið að því
að einhver sýni þér smá vott og virðingu fyrir það sem þú ert búinn að gera fyrir Árborg á menningarsviði. Við erum hér með smá þakklætisvott til hans Kjartans og hann á hann innilega skilið og hefði átt að vera búinn að fá hann fyrr. Gjör svo vel, Bjössi Ragnhókar. Ég veit að hann hefur átt stærstan þátt í að koma þessu ákvapinn með Kjartani og þess vegna langar mig til þess að biðja hann að koma hérna upp til okkar. Og þú byggur á okkur þegar lóki Bjössi minn. Elsku Kjartan. Þetta búið að vera stórkostlegt og sko, það sem stendur á þessum sprota stendur Menningarfrömuður Árborgar Kjartan Björnsson. Þakkir fyrir ómetanlegt framlag til menningar, fjölskylda Steinaspil. Og ég vona að allir hafa notið kvöldsins og gerið áfram. En þetta ekki búið, sko. Alls ekki, við erum rétt að byrja. Og nú höfum við þetta í anda Steinaspil. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Og nú stuðið rétt að byrja, ballið cirka hálfnað og það var líka meiningin að fyrir hönd menningarnefndar að færa umsjónarmanni kvöldsins þakklætisvott sömuleiðis og hann hafði þegar fengið blómvöld. Ég ætla að fá minn elskulega föður sem var tilbúinn til að hjálpa okkur með þetta til að taka við einni rós, það nú ekki meira, enda sveitarfélagið fátækt. Elsku pabbi, þakka þér fyrir hjálpina. Ég gæti sagt margt Steinaspil. Það eru margir brandarar sem hafa bundist við hann. Hann var kennari góður. Ég hélt mikið upp á hljómsveitir hans sem barn og unglingur og þegar að platan voru rispuð á kirkjuveginum þá labbaði ég með til Steina út á Mánaveg og spurði hvort hann ætti auka eintak. Þau voru uppseldar plöturnar en ég fékk auka eintak, Steini gaf mér það og ég hélt auðvitað mest upp á lagið Bekklikendlinguna sem að Steini samti. Hún hókin satt á tröppu er hörkufrost var á, hún nibraði sig saman, uns í kuðung hún lá. Þetta var svo falleg melódía og ég söng þetta einn í stofunni á kirkjuveginum þegar enginn heyrði til og enginn sá til og ég elskaði þetta. Og ljósað stúlka lokkandi, var það ekki eftir því Hermann, hvernig var þetta? Já, það var mjög gott lag líka og er. En að svo mæltu fyrir hönd Björns Inga sem situr hér út í sal og Guðrúnar Höllu. Hún satt hérna einhvers staðar áðan í menningarnefndinni. Þökkum við fyrir kvöldið og alltaf framlag. Kvöldið er ungt, njótið kvöldsins. Takk fyrir. Já, takk fyrir, góðu gestir. Við ætlum að halda áfram. Nú koma hér óvænt atriði. Við ákváðum að hafa eitthvað óvænt og við vitum í sjálfsögðu ekkert hvað það er, en það gaf sig hérna fram ungur drengur sem var nemandi hjá Steina í handavinnu og hljómlistamaður mikill og hefur tekið virkilega til sín í þeim efnum og haldið merki Steina á lofti með frægri hljómsveit sem hefur farið víðan völl. Ég ætla að biðja Herbert Viðarsson skítamúrar að koma hér, nemanda Steinaspil í handavinnu.
En hérna, ég hitt hann Bjössa í gær á herrakvöldi knattspyrnudeildarinnar og hérna, við áttum smá spjall. Ég var að hrósa honum fyrir hvað þetta yrði skemmtilegt, hvað hann búinn að gera fyrir kvöld í kvöld. Og hann sagði, já, manst þú eitthvað eftir Steina? Ég sagði, já, Steini. Ég var náttúrulega í 7. þ.g. Hann var umsjónarkennari minn í 7. bekk, hann var umsjónarkennari minn í 8. bekk og 9. bekk. Og hann kenndi okkur strákunum, sko, það er ástæðan fyrir því að hljómsveitin Skítamorð sem ég er í, hún byrjaði 1989 þegar við fórum í Gaggo. Það var honum að þakka, sko. Og sagan sem ég sagði Bjössa í gær er svo að Steini sagði alltaf við okkur strákar, þið verðum mönnum eitt. Smíði er ekki bara smíði. Þið þurfum að hafa tóneyra. Og ég segi, já, ok, það. Hvernig virkar það? Já, til dæmis bara, ef það keyrir yfir ykkur bíl og þið sjáu ekki hver það er, þá verðið alltaf að hugsa, er þetta F-dúr eða C-small? Af því ameríski bílar eru alltaf í F-dúr og japanskir í C's. Þannig að þá vitið þið alveg að það var það allan japanskur sem keyrði yfir ykkur, en munið ekki meir. Og svona var þetta alltaf með hans Steinsbyl. Hann var mentor okkur í hljómsveitinni og hérna við kunnum honum bestu þakkir. Og þegar við héldum hérna tónleika, hvar er stöðun á Bjössi minn? Ég er nú ekki góður í ártölum. Ég veit að þú ert ekki heldur. Eða ertu, já, það fer nú lítið fyrir þér stundum. En þegar við héldum tónleika á Hótel Selfoss og fengum Steina til að spila með okkur. Það var mjög skemmtilegt. Þá spurði við Steini minn, ert þú til í að spila eitt lag eftir okkur? Nei, nei. Ég spila bara neikuna og þið eltið mig. Þetta er ekki flókið. Takk fyrir geðveikt kvöld og hérna, ég hlakka til að heyra lögin að Steina hérna eftir. Er ekki hljómsveit að vera að spila eða einhver? Eða á ég að gera það? Hvað er það að gera? Við skulum skemmt okkur vel í kvöld. Takk, takk. Og einmitt þetta að áhrif Steina höfðu þarna verulega á þessa stráka og þeir æfðu meðal annars niður í kjallara í sundlauginu og á fleiri stöðum en þetta segir allt það hvað við erum að gera hér í kvöld. Mér langar að geta þess, ég ætla að kalla hérna upp nágranna Steina í sumarbústaðnum upp í Grímsnesi til margra ára, Kristján Ingólfsson sem er hér staddur og búinn að vera mikill vinur þeirra hjóna í áratugi og eiga þarna bústað í næsta nágrenni. Ég ætla að biðja hann að koma hér upp leið og ég ætla að segja ykkur sögu frá sjómanni sem ég hitti inn á klósetti áðan. Þannig var að hann var á fraktskipi og nei, það hefði líklega verið einhver togari líklega. Hann sagði að þeir hefðu verið 18 mánuði á sjó og það var til aðeins ein kassetta Það var ein kassetta til borð í skipi, ein kassetta. Og þeir voru 18 mánuði og hver var kassettan? Grásleppu Gvendur, hann var spilaður daginn út og daginn inn til þess að létta þeim lundina. Þetta sagði sjómaður sem var að míga með mér inn á klósettinu. Gjörðu svo vel, Kristján. Unnur og fjölskylda, þetta er alveg frábært kvöld og ég þakka ykkur vináttuna. Þegar ég var flutti á Þingvallavatn, það var alltaf 1980, Steini kom 1984 og ég sá það að hann kom með við stóran bát svo ég gaf honum dýftarlínunar á Þingvallavatni því að þetta er eiginlega stórhættulegt vatn. Það eru grynningar langt fram í vatni, svo það var eins gott að standa að klára því. Ég hafði séð marga báta brotna á hérna grynningum. En það þróaði svona með okkur Steina, ég er nú frá Akranesi, að hérna mikill vinskapur. Og það var einu sinni þegar ég hafði fengið gefins munnherpa eftir föður minn og ég var einu sinni að spila svona með borgardætrum undir á diski
þá kemur Steini í heimsókn og segir, hvað, ertu með munnarför? Já. Og þá nær hann bara í armanikkuna og við fyrir að spila saman. Og við spilum saman á þarna nokkrum brennum og svona og ég var örugglega með minnsta bústæður hérna í hverfinu en alltaf voru böll þar á Vestlumæðalginu. Þá spiluðum við Steini. Nú, fyrir nokkrum árum þá stækkaði ég bústæðin og Steini átti þá nú aðnefndandi að koma og halda síðasta ballið þar með okkur. En þetta yndislegu maður sem ég hef kynst. Og ég vil stinga upp á því hérna að það verði haldin böll einu sinni ári í anda Steinar. Og ég skal koma á næsta ball og sýna ykkur hvernig við spiluðum. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Kristján, gaman að heyra þetta. Jæja, nú komið að því að við fáum strákana úr hljómsveitinni sem að voru með honum og við sáum hér áðan. Nú ætla þeir að spila lögin sem spiluð voru á þeim böllum sem að þeir voru með þeim. Þeir ætla allir að taka þátt í þessu. Gjörðu svo vel, það Haukur, Hermann, Rúnar bróður hans og Gretar. Byrjið þið þrír. Dansum takt sem fyrr, drengur startu ekki kyrr. Því fengiðu blíður smær, bjóddu þeirri hendur tvær. Ára síðu sælu, syngdu hendur, gerðu hendur, og ástu finnur aðjó. Því að þetta þóðir ekki nokkuð ekkert í annars á Góðu gestir, þetta lag sem við vorum að byrja á, það eitt af þessum lögum sem að Steini samdi bæði lagið og textan við. Og okkur langar til að kasta aðeins ljósi á höfundinn Steinar Spil. Vegna þess að hann var bæði góður lagasmiður og leikinn að búa til texta. Lögin hans, þau eru einföld, þau eru grípandi, mann læra þau og það eru textarnir hans líka. Og það sem einkennandi fyrir textan hans hann alltaf að segja sögur. Og þið hafið auðvitað heyrt það hér í kvöld og við þekkjum það að hann var góður sögumadur og fannst alltaf gaman að segja sögur og hlusta á góðar sögur.
Við tökum hérna annað lag sem að Steini samdi. Það er við texta eftir skáld sem að hann mat mikils, sem var Tómas Guðmundsson. Ég held að uppáhalds höfundarnir hans að vera Tómas Guðmundsson og Davíð Stefánsson. Lilla heyrir ekki vorið kalla sér upp í sólskinshafi stígur taktum bæinn falla en upp og ljúfur söngur lífið en gjallar mig ljúfur söngur ást og ásta ég heyri nafnið þitt svona að vera 17 ára Sólskinsbarn með draugin í augum Ljúfan segir léttum brosi Leina grá í ungum taugum Annaðla hanna litla herskara ungum völdum Gáða sér með dag í draumi dreifa þig bóðsins öllum Þið kom og ynga til fólkulegu kvæðum sín Bakaður í 5-6 förum barna fór í ástir þín Svona að vera 17 ára Sólskinsbarn með draugin í augum Leita frá í ungum taugum Handaðla hönda bossins vinnaðu þú aldrei fyrstir orð Þú verður ung og taklaust og saklust þó þú kyssir gríf Þar sem dýra byggar brendur lífsins vín Sólin gefur björt og fögur borgir ljóð og sólin skín Steini hafði gaman af að segja sögur eins og við nefndum áðan. Ein besta sagan sem hann sagði og hefur verið minnst á oft hér í kvöld, það er sagan hann Grásleppugvend. Ég ætla að biðja hann Grétar Guðmundsson sem var trommuleikari með Steina frá 1980 til loka hljómsveitarins 1986-87 að koma hér upp og syngja lagið með okkur Grásleppugvend. Grétar! Gvendur gaf sér undir Hann gamalt allt í emjari og stundi Á gömlu hafi gríðar gamlar voru árarnar og gamalt allt sig Gvendur hafði fundi Gamalt allt í virkið við sundi Snemma morgun sótt hann sæll og svipinn Í fjörunni og feittaði við gripinn Ristumönd og réttur gekk for honum þessi för en engin veit og Gvendur kemur aftur Einn aftur nýju kraftur La 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 Ófastemda fylltist í lagi og sá gamli klár í sínu fæi Kaupar báru knerri með karlinum það létti hér eftir óðum marraði í hleinum Draugarinn segir fatt af einum
Loks var eins og létti árataki, lamaður sá bátinn verða braki. Marvaðan og tróðadótt, allsvöld einn á gamla brú, loks og flautar hjá í tvennu lagi. Rannsir eftir að gáðan annan rægi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Séði marga sáan svaka stóra, syndi það ef væri hann að slóra. Upp á bak á einu skreið og á landi lághaspið, sat nú fast til sæli gerði fornum. Síst ekki að lengja þetta orð. Loks keppa komin var að landi, skóklopinn gekk heim úr þessu standi. Á einni treyju engri brók, angunum ekki nú allt og sérhver getur sjálfa sig hér fundið. Sjálfnartu ríkir yfir sundi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Græskoti var þetta gott hljómið. Bara að prófa. Eins og við sögðum áðan, að þá það alveg einsdæmi í sögu hljómsveitar sem starfar á 3. áratug að það séu jafn fáir menn sem að hafa komið þar í sögu. Mig langar að biðja hann Kristinn Alexandersson til að koma hér upp. Hann sá maður sem lengst starfaði með Steina. 15 ár. 15 ár. Hann ætlar að koma hér og hjálpa okkur að flytja lagið Snjómokstur, þar sem að hann á plötunni lagði gjörva hönd á próf. Það þarf að hækka hérna í mikrofónum. 1 og 7 og 2. Sjálf að kafa sumir lengi sumar hlaupi greið, og þeir eru inni máttar vega sér ekki greið. Nú illt í ári og ekkert bein og sjó, kominn kaldur vetur og kynkir niður sjó. Moki, 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 moki meiri snjó. Moki, 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 moki meiri snjó. Eins og allir vita hafa atvinnulausir menn, leit og náu bæjarins og leita þangað enn. Bæinn aumgast yfir þá sem ekki hafa nóg, og bæjarstjórinn segir með borgarlegri ró. Moki, mokið, moki, mokið, moki meiri snjó. Moki, ég sagði moka, moki, moka, moki meiri snjó. Sé bankastjóri beðinn björni þungur raun, segir að bæði borgi bestu laun. Aftastjóri og aftast sé atvinnum meiri nóg, stríkur aftast hel á síðan törnum meiri ró. Moki, moka, moki, moka, moki meiri snjó. Moki, já moki, moki, moki meiri snjó. Leysi allra þyngsta raun, enda nú atvinnu þó engi fáir laun. Bæjarstjóri stýrir þessu stéttarmálstofu moka, 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 moka sig í her. Moki, 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 moki meiri snjó. Moki, moka, moki,
Mokið meiri snjó, mokið meiri snjó. Kristinn Alexandersson. Þetta voru allt saman lög eftir Steinar. Flott lög. Það var vendipunkturinn í hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar þegar að við vorum beðnir að spila á landsmóti ungmennafélagana á Eiðum árið 1968. Við slógum í gegn þar og eftir það að þá vorum við beðnir að spila land allt. Og eins og komið hefur fram, þá var þetta heilmikil túr. Við vorum að spila þetta 130 til 50 kvöld á ári. En það var eitt sem okkur gramdist óskaplega. Það var þegar við gáfum út plötu nr. 2, 1972. Það var það að ná ekki lagi í fyrsta sæti vinsældalistans. Það fannst okkur steinafúlt. Þá gáum við út lag sumarið, eða plötu sumarið, og sennilega eftir á séð þá var árið 1972 besta ár hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar. Og við Þorsteinn fylgdumst vel með keppinautum okkar og ég held að þetta sumar þá höfum við verið með mesta aðsókn allra íslenska hljómsveita það sumarið. Það var ekki illa að staði. En við náðum ekki fyrsta sætinu. Í 5 eða 6 vikur með lag í öðru sæti, lag sem heitir Lífsflótti. It's a height that ever gráta. Góða nótt og farðu nú að sofa, elskan. Góða nótt og reyndu nú að láta renna þér. Til mig gleði pabbi ég. Þú heldur að þeir hafi allir augast á þér og þú getur náð í hvernig það sem er. Þú drekkur heilu blóðstupinn og drappar gólf á. Þeir drösla þér svo inn í einhver bíl. Góða
Eins og kom hérna fram að þá spiluðum við allar jarðir með Steina. Það voru skemmtilega ferðir þegar Steini var mjög skemmtilegur ferðafélagi. Ég man til dæmis eftir þegar við spiluðum á Íslendinga skemmtun í Kaupmannahöfn 17. júní í sumarveðri eins og það gerist best í Danmörku. Við spiluðum líka einhvern veturinn í Oslo á Þorrablóti í mestu frosthörkum þegar það hefði komið bara í manna minni. Næsta lag sem við spilum og raunar það sem hérna seinast á prógraminu hjá okkur, það heitir Á Kanari og það svona tengt því að við spilum dálítið líka á Sólarströnd sem var mjög gaman. Á Kanari og nú gerist sá atburður að í fyrsta sinn koma saman á sviðinu allir þeir sem spiluðu með Steina langvarandi hljómsveit hans. Ég ætla að biðja Sigfús Ólafsson sem var fyrsti gítarleikarinn, spilaði í 3 ár og biðja Kristinn Alexandersson að koma aftur og biðja þá að taka hér raddir í laginu Á Kanari. Best að koma sér til Kanarí en klæða ykkur og ljóntitlum mjög svo gott að skella sér í frið því alla dama á sínu daga en hægt að steikja sól við engin ský. En hægt að steikja sól við engin ský.
kunni hann upp á hár. Hann saknaði alla því stúlkurnar og myndina glöggt í hjarta hann bar. Ó, María, mig langar heim. Ó, María, mig langar heim. Því heima vil ég helst vera. Ó, María, hjá þér. Í höfnum var að tókum mikill fagnaðar og heillaði aðstæðu stúlkurnar og meyjarnar andegir augum leið. Það átti ekki líf hennar ljúsin heim. Ó, María, mig langar heim. Ó, María, mig langar heim. Því heima vil ég helst vera. Ó, María, hjá þér. Samar og beið og beið. Hann hætti til sjóns og við annan staður og himninni sildi úrandi maður. Ó, María, mig langar heim. Ó, María, mig langar heim. Því heima vil ég helst vera. Ó, María, hjá þér. Góðu gestir, eins og kom fram hérna hjá manni í kvöld að hann lagði fram tillögu að við stefndum á að halda einn dansleik á ári í anda Steinars spil. Eigum við ekki að leggja fram áskorun á þessa menn að þeir taki þátt í þessu verkefni með okkur og við höldum samkomu innan árs þar sem að þeir koma fram ásamt kannski hugsanlega fleirum og gerum eitthvað í þessu ef við ekki að skora á þá. Þvílík stemning hjá þessum piltum. Og ég alveg viss það, miðað við öll viðbrögð í sambandi við undirbúning á þessu og tala við þessa stráka, allir tilbúnir að hlaupa og gera það sem þurft að gera. Mig vantar þig og víst ég í vandræðum. Þau flakku að standa í svona stórræðum. Heitt ég elska hérna mig, en hún svona flóð. En veit hún ekki peningum, vill hún ljóð. Já, fanginn nonni, fingrið nonni, sendi henni brjóstsykur og blóm. Sendi kandís, sendi lakrís. Ég fer marga fílur ferð, því faðir hans á lakrísgerð. Ég flyt á gæðan heimina, og að pappa sér. Hann gafði mig og vorki í hafið. Jóna barði mig og fenni með mér jól. En ekki fengast þeim, vill þú jól. Já, fanginn nonni, fílur nonni, sendi henni brjóstsykur
Við heyrðum þetta lag hérna áðan. Steinar þótti æðislega gaman að syngja það og spila það. Spilum í kvöld til munið, það eftir ár. Dagsetningi verður tilkynnt síðar. En þetta ekki búið vegna þess að nú verður brauð á balli. Og það svo skemmtilegt að hljómsveitin mín danshljómsveitin Classic sem ætlar að spila fyrir ykkur núna okkur lög. Og hún nefnilega, það má rekja þá hljómsveit til Steinar Spil. Og það þannig að félagi minni þeirri hljómsveit Smári Eggertsson, hann uppalinn í Fljótshlíðinni, átti síðan heima á Hvolsvelli og á núna heima hérna á Selfossi. Þannig að ég eiginlega komin í hljómsveit frá Selfossi aftur. Og tilviljanirnar eru skrýtnar vegna þess að það var á Hvoli árið 1972 eða 1973 að það var verið að spila þar á balli. Það háttar svo til í félagsheimilinu á Hvoli að undir sviðinu eru búningsklefar. Og í pásunni þá fór ég þarna niður í búningsklefan og þá bankaði einhver unglingspiltur á gluggann. Og ég svona opnaði gluggann og hann spyr, má ég koma inn? Ég er ungur til að komast inn. Getur hleypt mér inn? Mér langar svo til að hlusta á þessa hljómsveit. Ég kann að spila á gítar og píanó. Þannig hófust okkar kynni og þetta hann Smári. Okkar kynni hófust sem sagt í kjallaranum á félagsheimilinu á Hvoli á Steinar Spilballi. Góðu gestir, áður en að við hefjum dansinn, þá vil ég biðja ykkur að þakka þessum mönnum með dynjandi lófaklappi leið og við hvetjum þá til þess að hugleiða þessa tillögu sem kom fram áðan. Og við skulum klappa fyrir þeim nú þegar og það kom maður með hugmynd áðan að byrja að selja miðana strax fyrir næsta ball. Og það getur vel verið að verði farið út í það hérna í andurinu en eigi síður áskorun og takk fyrir ykkar framlag hérna í kvöld, strákar. Alveg frábært. Ég vildi geta þess líka að kynnti Alexandersson sem kom hér áðan upp
ég verið spurður að því, þessi síungi maður á áttræðisaldri kemur hérna upp á sviðið og jónkar sér til og tekur þátt í lagi. Hann hitti eins og vin sinn, hann er humoristi og sagði, veistu það maður, ég spila á trommur í vinsælustu hljómsveit landsins. Hvað segirðu? Já, hún er svo vinsæl, hún hefur gefið út flötu og ég syng á þessari flötu. Já, hérna, og hvað segirðu? Og hvaða hljómsveit er þetta? Þetta er sko hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar, en ég syng bara 5 orð. Þetta var Kitty, hann var að sagði alveg satt. Hann sagði að segja 5 orð á þessari flötu og er stoltur af að sjálfsögðu. En nú ætlum við aðeins að rýma hérna til á gólfi og nú ætlum við að fara að dansa í anda Steinar spil. Og ég vil þakka Stefáni Magnúsinni, það glemtist á hann, Steppi, kom hérna aðeins. Stefáni Magnúsinni og sonur minn, hann gerði myndbandið áðan sem við sáum, Björn Daði. Þakka honum fyrir hans framlag og þeir sem allir hafa bara hjálpað til við að gera þetta kvöld svona glæsilegt. Við höfum ótakmarkaðan tímalengdin á dansleiknum, hún fer eftir því hvað þeir eru bara duglega að dansa. Stefán Magnússon brást vel við á sínu tíma að taka þátt í þessari samkomu, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Við þakkum Stefáni fyrir. Góðu gestir. Heyrðu, það var spurningur gítarleikarana. Hermann. Takk okkur fyrir. Hann hérna. Og Haukur. Hérna, viltu taka mynd? Bragi, ertu með myndavél? Þetta eru gítarleikararnir 3 sem að störfuðu með Steina í þessi 25 ár eða 7 ár eða hvað þau voru. Og við ætlum að fá mynd af öllum gítarleikurunum. Þeir eru hérna Hermann, Sigfús, Haukur. Við klöppum fyrir þeim, góðu gestir. Og svo förum við bara beint út í ballið og hafið það sem allra best og farið bara varlega. Farið bara varlega, við skulum skemmt okkur að hætti Steinar spil og njóta kvöldsins og Guð fylgi ykkur heim. Við tókum við